Já, tíminn nálgast og jólin styttist og menn eru svona í þeim hlutverkum þar sem þeir vilja sjálfur og velja sér það hlutskipti sem að þeir vilja vera með á sínum jólum. En þá er hægt að hvetja menn til þess að gera þetta svolítið sérstökum tíma, ekki bara einhverjum venjulegum tíma, kannski tíma mæðu og leiðinda, það þarf ekki að vera þannig. Þau voru ekki stofnuð til þess að vera það, heldur átti þetta að verða svona hátíðisdagar og þau geta vel orðið það eins og ykkur sagði. Við þurfum að búa jólin til sjálf heima hjá okkur og það er einmitt hvatningin, að við einmitt gerum það til þess að við svona breytum svolítið upp á nýju á þessum tíma árs og það eigum við bara að gera. Það eigum við að gera sjálfur okkar vegna þess að það verður svo tilbreyting á lífið ef við höfum engvar svona hliðstæður sem við getum hort til og jafnvel hlakka til. Og það er einmitt það sem að jólin eru að vilja vera, eða sko til þessu eru þau. Þau eru náttúrulega til þess að minna okkur á Jesú og hann gaf okkur frelsið, hann gaf okkur friðin, hann gaf okkur eilífa lífið og þetta vill hann að við vitum og þess vegna erum við að halda svona miklar hátíðir eins og jól. Þau segja okkur að Jesú kom til þess að gera ýmislegt fyrir mig og þig og ég þarf ekki að deyja vegna þess að Jesús fór á krossin og dó þar. Þetta er leyndardómur á bakvið þetta, en þetta er sannleikurinn. Þetta er það sem að trúin er endalaust að tala og reyna að sannfæra fólk og til þess að það taki við. Því að eins og við vitum öll að eitt sinn liggur fyrir manninum að deyja, eftir það að taka við þeim dómi sem að hann hefur unnið til. En með Jesú í hjartanu þá er hann sýkn saka og hann er semst á leiðinni til hans hús sem er eilíft hús á himnum. Þess vegna kom hann og þess vegna fengum við öll þessi fyrirheiti í Biblíunni þessa tíma. Við erum hér enn, tími himnaríkis er raunverulega ekki komið ennþá, en við stefnum þangað. Og ég kem með það með mér sem ég á til að trú. Með Jesú nafn og vörum kemst ég þangað inn. Annan nafn getur ekki flutt mig inn í ríki Guðs, inn í eilíðina sem hjá honum er. Og þess vegna viljum við að við minnum okkur svolítið á þessa staðreyndir og gerum þetta staðreind fyrir okkur, því að ef við tökum þennan pól í hæðinni, þá erum við raunverulega að segja sjálfum okkur sannleika. Því að þetta er sannleikur, alveg sama hvað menn segja annað, þá er þetta sannleikurinn. Þetta er það sem hefur gengið í gegnum allar kynslóðurnar í Jesú nafni. Við látum staðar numið hér og fáum meira á morgun.